Skoðum þá kafla 2.5, Hornaföll og lítum að mynda af réttindum þrýhyrningi til upprifjunar. Við skulum tákna lengdir hans með x og y, það er að segja skamliðarnar, og þá gefur regla Pýþagórasar að lengd langliðarinnar er x í öðru pluss y í öðru og rót af því öllu. Nú, svo þegar við höfum horn, þá getum við sagt fremur til um það hvað skamliðarnar mega heita. Við ætlum að kenna þær við hornið. Sem sagt, x er aðlæg horninu og y veita móti horninu, hún er mótlæg. Nú, sínus af horninu og kósínus af horninu eru síðan hlutföll. Mótlæg á móti langhlið og svo aðlæg skamhlið á móti langhlið þríhyrningsins. Nú viljum við ekki dvelja lengur við flatar myndafræði og erum komin í stærðfræðigreiningu og þá viljum við að hornið sé rauntala. Og þá eyddum við áður púður í það að segja nákvæmlega hvað við meintum með horni. Það var mál á einingarhringnum. Kannski ég skrifa hann hér. Það er að segja á nákvæmlega þessum hérna hring. X, y sem er þannig að x í öðru pluss y í öðru er 1. Við mældum horn með gráðuboga áður. Svona, við vorum búin að kvarða hring í 360 jafna hluta. Nú vorum við búin að mæla þessa vegalengd hér. Ef hún er til dæmis talan þetta sem rauntala, þá getum við líka mælt hvað þetta er í gráðum talið. Þá höfðum við þetta samband að þetta sé rauntala á móti pi, það sem að pi er þessi bogalengd hér. Hérna, 3,1415. Svo framvegis og voru það tala. Þetta er sama hlutfall og þegar við mældum með gráðuboga á móti 180 gráð. Síðan höfum við þessa töflu, við skulum snöggvast smíðana og við byrjuðum á reyndar þessu hérna fyrst í fyrranámskeiði og við skulum þá bara rifja það upp. Við vorum með evklísku rúmfræðinni þennan hring hér, það sem höfum á O er 0-punkturinn. Við vorum líka búin að tala um að A væri austupunkturinn sem er hnitinn 1,0 og svo þegar við komum með menginn og hnitarúmfræðina þá getum við sagt að einingarhringur með geisla 1, það er það sem þessi ásáttáknar hér, miðju í 0,0, það sé að skrifa hann á þessu formi hér. Þetta er jafnan x í öðru pluss y í öðru jafnt og 1 og síðan hringur með geisla 1 og miðju í A, miðju í 1,0, það er þá mengi allra punkta sem hafa hnit x, y og x, y uppfyllir jöfnuna að x mínus 1 þegar við förum inn til hægri og y í öðru jafnt og 1. Og síðan vorum við með þetta dæmi heima að við spurðum hvar skerast þessir tveir hringir og það fengum við 2 punkta. Annar var hálfur og rótin af 3 á móti 2 og hinn punkturinn var hálfur og mínus og rótin af 3 deilt með 2. Þannig eru þeir og við sjáum að þeir skerast í hálfum og svo í 0,87 og mínus 0,87. Hvernig fundum við þessar tölur? Við getum náttúrulega reiknað þær. Svona. Það er að segja að samhverfu ástæðum er ljóst að x er hálfur og geislinn var náttúrulega 1. Þannig að við vitum að í hverju jöfnu fyrir sig verður að gilda hálfur í öðru og svo pluss í öðru verður að vera langliðin sem það geisli hringsins í öðru. Svo færum við halva niður jafnaðarmerkið og fáum þá að y í öðru er 1 mínus 1/4, það eru 3/4. Það gefur okkur 2 kosti, þar að segja y er pluss eða mínus og rótin af 3 deilt með rótin af 4 sem er 2. Við fáum það náttúrulega meira í þessa töflu ef við viljum. Við getum þá líka sagt að ef við höfum hér svona grænt fyrir mínusinn, við fáum það að sínus af mínus 60 gráðum er mínustala og tangensinn reynda líka, en ekki kósinusinn. Og við höfum hérna 60 gráðu horn því þetta er jafn hlíða þríhyrningur, alla hlíða jafn langar, öll horn jafn stór, heildar summa
hotna í þrýhyrningi er 180 gráður í sléttu þrýhyrningi og þá er hvert hotn 60 gráður. Þannig þetta gengur allt upp eins og við vitum. Við höldum áfram með þetta. Við setjum þetta bara svona upp fyrir okkur. Þá með sínus hér og kósínus hér og tangens er hlutfallið sín á móti kós. Og við ætlum að hafa hér 0, 30, 45, 60 og 90. Og við vorum búin að finna þetta út að sínus af 60 gráðum er rótin af 3 á móti 2, kósínus af 60 gráðum er hálfur og tangens er þá sínus á móti kósínus, þannig við höfum brotabrót. Tangensin er þá að 60 gráðum, það er þá nauðsynlega rótin af 3 á móti 2 deilt með hálfum, svo stillum við þess upp, þetta er rótin af 3 á móti 2, svo hér er nefnari, þetta er teljari, þetta er nefnari og þetta er teljari, svona. Þannig að þegar við röðum þessu upp, þá fáum við tvist hér og ásérna, þá þá rótin af 3. En þá vitum við líka hvað tölur eiga að vera hér, vegna þess að við höfum líka regluna að þegar við höfum þríhyrning sem er réttendur og við höfum hér horn þeta og fyllihorn þeta, að þeta pluss fyllihornið er 90 gráður. Svo ef við miðum við þennan hérna þríhyrning þá höfum við kósínus af þeta, það er aðlæg hlið á móti langhlið. En við sjáum líka að kósinus af þeta er sama og sínus af fyllihorninu, sínus af 90 mínus þetta. Þá veitum við að hér að sínus af 60 er sama og kósinus af 30. Þannig að hér hljótu að fá rótin af 3 á móti 2. Og sínus af 30 er sama og kósinus af 60. Að fá hér hálfan. Og fyllihorna reglan því þá líka, já, sínus af 0 er 0, það vitum við. Kósinus af 0 er þá nauðsynlega 1 og sínus af 90 gráðum er 1 og þá hlýtur út frá fyllihorna reglunni sínus af 90 er 1, kósinus af 90 jafnt og 0 og kósinus af 0 gráðum, og kannski hef ég gráður hér alls þar. En þetta því þá sérlega að þess að reikna tangensinn, þá sagði ég þetta er teljar, þetta er nefnari. Nú verða hugsa skipta teljar og nefnara. Þannig ég fæ hérna að tangens af 30 gráðum er umhverfa tangens af 60 gráðum. Þá get ég skrifað 1 á móti rótina 3 hér. Enter. Síðan hefur við hér að tangens er teljari á móti nefnara. 0 á móti 1 er 0, en 1 á móti 0 er óskilgreint. 1 deilt með 0. Og hvað sínus af 45 gráður og kósinus af 45 gráður? Þá erum við með, já, svona deildin í hring, fá meira út úr þessu. Þá erum við með, já, línu sem sker hringin undir 45 gráður hotni allavega. Þetta er 45 gráður og skulum, þetta er þá kósinus af 45 gráðum. Og þessi hér er sínus af 45 gráðum. Nú hallatalan er 1, þannig að sko tangens af 45 gráðum á að vera 1. Þá er alltaf sínusinn sama og kósinusinn. Sínus af 45 gráðum er sama og kósinus af 45 gráðum. Síðan gildir náttúrulega alltaf að kós í öðru af hvaða horni sem vera skal pluss sín í öðru af hvaða horni sem vera skal er 1. Og við getum bara sett því að kósinus er sama og sínus. Þetta séu 2 kósinus í öðru þeta. Það verður að vera 1. En það gefur okkur að kósinus í öðru af 45 gráðum. Ég skrifa kannski bara 45 gráður. Því það er nákvæmlega þá sem þetta gerist. Og þó, kannski fáum við meiri upplýsingar ef við gerum það einmitt ekki. Kósinus í öðru af þeta, þetta er allavega rétt ef þetta er 45 gráður, er þá hálfur. En þessi jafna, kós í öðru af þetta er hálfur, svo drögum við rót, þá er, já, það eru 2 möguleikar því þetta sé rétt, það er þegar, já, þá er mínus 1 á móti rótin af 2,
eða plús 1 á móti rótin af 2. Þannig að hér fáum við 45 gráður mælt þarna úr vesturpunktinum. Þá veit ég svona aðeins meiri strúktúr. Þetta er 45, mælt náttúrulega héðan, en líka við mælum héðan 45 gráður, sem er þá 180 gráður mínus 45, 135 gráður. Þetta gefur okkur aðeins meira. Þetta hérna er 1 á móti rótin af 2 og þessi hérna líka 1 á móti rótin af 2 í mínus og þessi hér í plús 1 á móti rótin af 2. 1 á móti rótin af 2, ég ætla að lengja með rótin af 2, þannig þá fæ ég rótin af 2 á móti 2. Þá var ég með heila tölu nefnara á rótinu, láta hvít. Rótin af 2 á móti 2. Hér rótin af 2 á móti 2 og tangansinn er 1. Svona. Síðan útvíkum við þessa reglu ekki bara fyrir fyrsta fjórðung. Þetta er fyrir fyrsta fjórðung. Ágætt að skrifa hana fyrir annan fjórðung, fyrir þriðja fjórðung og fyrir fjórða fjórðung. Og svo náttúrulega höfum við þetta samband að x á móti pi, x er þá að boga mál sem rauntala er x í gráðum á móti 180 gráðum. Þannig að við skulum hafa það líka hér. Þetta er þá x í gráðum og þetta er x sem rauntala. Við ekki að færa pi bara hér yfir á hægri hlið. Pi hérna. Ef við höfum 0 gráður þá höfum við líka 0 radíana eða boga lengd. Og ef við höfum 30 gráður, það er náttúrulega 1/7 af hálfum boganum einingarhinnum, þá fáum við 30 á móti 180 eins og 3 á móti 18, það er 1/7, pi 7 þá. Og hér fáum við pi 4, pi 3 og pi aðrir. Svo er til þægileg minnisregla til þess að muna nákvæmlega þessa töflu. Hún var einhvern veginn svona að sínusinn hér, kósínusinn og tangensinn og svo er þetta að vera þessi horn í töflunni. Það er 0, 30, 45, þetta er allt í gráðum, 60 og 90. Svo skrifaði maður 0, 1, 2, 3, 4. Svo dró maður rót og deildi með 2, það gaf rétta niðurstöðu. Sett, ef við dró rót og deildi með 2, dró rót, 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 deildi með 2. Þá sjáum við það að þetta er 0, rótin af 1 er 1, þannig að þetta er hálfur, þetta verður rótin af 2 deilt með 2, það er rétt, þetta er rótin af 3 deilt með 2, breytir því ekki. Rótin af 4 með 2, deilt með 2, það er 2 deilt með 2 sem er 1. Þannig að það getur oft ágætt að búa sér til svona vitleysu. Og svo fyrir kósinusinn þá lesum við þetta í þessa átt. Svona, þá fáum við 1, rótin af 3, það er fyllihornarregla sem gefur það. Rótin af 2 deilt með 2, hálfur og 0. Svona auðvelt að muna tangansinn, það er bara alltaf talan sem er fyrir ofan deilt með tölunni sem er fyrir neðan. Og þetta er 0. Þetta er 1 á móti rótin af 3, þetta er 1, þetta er rótin af 3 og þetta er óskilgreint. Það er að segja 1 deilt með 0, óskilgreint. Þetta eru grunnhornin í fyrsta fjórðungi til þess að finna út til dæmis 15 gráður eða 75 gráður eða svona fjölga alltaf hornunum sem við kunnum að ráða við. Þá þurfum við hornafallarreglur og hvað horn eru hér? Hérna, 45 gráðu horn, 30, 60 og 90. Svo höfum við hérna, þetta var þá, x-nitið er, og svo náttúrulega kannski 1,0, þessi á móti 0,1 og hér höfum við rótin af, skrifa kannski 30. Kósinus af 30 er rótin af 3 deilt með 2. Ef ég hef nú teiknað vel þá ætti þetta að fara í hæðina hálfur, 30 gráða horn. Svona, hýtum við þá aðeins upp. Svona, hér er þá hálfur. Þessi er 1 á móti rótin af 2 og 1 á móti rótin af 2. Skulum kannski freka skrifa það á þessu formi hér. Rótin af 2 á
á móti 2. Það er hálf rotin á 2. Og svo hér höfum við 60 gráðurnar og þá víxlast þessir og það speglast hér og þá höfum við hálfur, kosinus af 60 gráður hálfur og sínus af 60 gráðum er rótin af 3 deilt með 2. Og svo að samhverfu eiginleikum þá sjáum við að hér, kannski nota annan lit, svona, að mæla hérðan 30 gráður er þá eins og að mæla 150 gráður horn, síðan hérðan. Þannig að það ætti að gefa, ég má bara skrifa það hér, mínus hérna, og ég færi þetta hérna, þetta á 45 gráður og mæli það núna hér, svona. Það var bara kósinusin sem verður mínus. Það ætti auðvitað að skrifa þetta hérna megin, en bara aðeins átt okkur á hvað erum að gera. Eins hérna, ég mæli 60 gráður í þess átt, hérna, 60 gráður hér. Þá er það bara kósinusin sem að verður neikvæður. Nefnilega erum við að nota regluna að kósinus af 180 gráður mínus þeta er mínus kósinus af þeta. En sínus af 180 gráður mínus þeta er óbreyttur. Svona. Við viljum sjá fyrir okkur reglunar. Ef við ætlum að taka þennan hérna fjórðung, númer 4, hvað gerist þá? Kósinusin breytist ekkert. Það er bara sínusin sem breytist. Hvað ef við finnum út það sem er í 3. fjórðungi? Ef við segjum þetta hérna horn, þetta er 45 gráður pluss 180 gráður. Hvað er kósinus af almennt af þeta sem kemur hugsaum okkur bara í 1. fjórðungi og ef við bætum 180 gráðum við. Það verður ekki kósinusin alltaf mínus kósinus. Og hvað er sínusinn? Svona er gott að búa til töflurnar smátt og smátt. Við skulum þá líta þess á þær. Já, við sjáum allega því sem vorum að skoða að ef að þetta er punktur á einingarhringnum sem að liggur undir horninu þetta, þar sé þetta hérna er kosinus af þetta og þessi hérna spotti er sínus af þetta, þá verðum við að hafa, nú notum við bara svona samhverfurök til þess að sjá fyrir okkur formúlur, að kosinus af pi mínus þetta, við mæltum hérðan, færum fyrst fullt pi og síðan tilbaka hornið þetta og þá erum við með mínus kosinus hér og sínus af pi mínus þetta er sín þetta. Þetta gefur sama sínus. Svo aftur á móti ef við tökum andfætlingana svona að við förum frá þetu hálfan hring. Þá verður þessi hérna formúla gilda pi pluss þetta og svo bætum við pi við og þá erum við mínus kosinus og mínus sínus og svo aftur á móti ef við tökum hornið mínus þetta við þess átt og þá verða þessar hérna formúlur að gilda að kosinus og mínus þetta það er sama tala og kosinus af þetta en hins vegar sínus af mínus þetta verður að vera, já þetta er sín þetta, plústala en þetta er mínustala, mínus sín þetta. Og þetta hérna þýðir sérilagi að kosinus er jafnstætt fall. Ef hann er skilgreindur á samhverfubili og sínus, hvernig sem hann er skilgreindur á samhverfubili, það er oddstætt fall. Og það er þessi regla hér. Það segir okkur að sínusin sé oddstætt fall. Þetta þýðir að kosinusin er jafnstætt fall. Hér er síðan skilgreining á tangens og þessi hérna jafnað þýðir að tangensin er oddstætt fall. Nú segir þetta gott af kafla 1-5 í bili, tökum svo bara seinni hluta.